Núna ætlum við að byrja á færibandaverkefni eða teljara á færibandi. Þetta ekki færibandaverkefni í sjálfu sér, heldur ég að útbúa teljara með JK minnisþáttum. Og það við svo þessa mynd og sjáum hvernig þetta sett upp hérna. Ég þarf að nota hér 4 minnisþætti, 4 JK flipfloppa til þess að geta talið upp í tölugildi 15. Þá eins og við verðum að búa til sannleikatöflu með 4 dálkum og eða köllum það líka 4 bita. Og þessi próf hérna, þau að segja okkur að við erum hérna með A, B, C og D. Sem sagt, A-ið þá gildis minnsti bitinn og hann hefur gildið 0 eða 1, B með næst minnsta vægi eða sem sagt 0 eða 2. Svo kemur C sem hefur gildið 0 eða 4 og D-ið hefur gildið 0 eða 8. Þannig ef við leggjum saman gildi á öllum bitunum, 8 plus 4 plus 2 plus 1, þá fáum við tölugildið 15. Þannig þá getum við talið upp í töluna 15 frá 0. Þá skulum við skoða hérna, hér höfum við sem sagt talningu, eins og við sjáum hér, að 2 í 0. veldi, 1, 2 í 1. veldi, 2, 2 í 2. veldi, 4 og 2 í 3. veldi, 8. Þetta sjáum við sem sagt þessa töflu, talningartöflu, frá 0 í tölkerfi upp í 15 eða frá hexadesimalkerfinu 0 upp í F. Og þá skulum við skoða hvernig byggjum þetta upp. Hér ég með nú þegar talsverða rofu. Ég þarf í sjálfu sér til þess að byggja þetta upp, þá þarf ég hérna 3 rofa. Svo ég get losa mig við 2 rofa úr þessu hér. Bara að byggja þetta upp, þjappa þessu hérna aðeins lengta til vinstri, svo ég geti sett þetta upp. Þetta svolítið tengivinna fyrir ykkur. En við ættum að, með góðu skipulagi, þá ættum við að ná þessu hérna öllum íhlutunum inn á vinnuborðið hjá okkur hérna. Og ég seti þetta hérna aðeins neðar líka, get fært rofana lengra til vinstri, nær spennugjáfanum, þannig að ég hafi meira pláss hérna fyrir ofan. Ég ætla að sjá út hér úr sem sagt ef við tengjum mismunandi útganga Q eða Q0 til þess að fá ákveðin tölugildi í töflunni hérna fyrir neðan. Þá ég að taka út sem sagt ef ég vildi fá háttgildi úr andliði við til dæmis tölugildi 3, þá þyrfti ég að vera með tengt sem sagt í allavega A og B, það að vera tengt í Q, en svo í andhverfan útgang, af því að hér fjarkinn, hér séð, það í 0, Q-ið þar í 0 og þannig að þá ég að tengja andhverfan útgang þar og líka á D-inu. Þetta skoðum við allt saman á eftir, þá myndum við fá út háttgildi við útgang við tölgildi 3 á útgang á þessu einhverju svona andliði. Og við bara byrjum að byggja þessa talningarás upp, teljararás sem að telur upp í 15. Og þá ætla ég að byrja að eyða hérna rofum sem ég þarf ekki á að halda. Og ég með preset og ég með clear hérna en þá inni. Þannig að halda R og S rofunum inni. Taka út þarna J og K.
út, jóð og K. Og þessi verður bara áfram þessi space hérna inn á klukkuna hérna á jóðkáfleiflónum. Ég get lækkað hérna aðeins niður. Það sé ég svona í línu við klukkupúls rofan hérna fyrsta. Og nú sjáum við það að taka þetta ljós hérna í burtu að jóð og K tengist saman. Ég færi þetta aðeins hérna lengra til hliðar. Ég ætla að taka þetta bara aðeins hérna. Já, það komið hérna og ég ætla að setja hérna ljós fyrir ofan. Setja þessi 4 ljós hérna fyrir ofan. Til þess að ég sjái talninguna. Ég teki bara valið ljósið, prófið og sagt sér það Ctrl+C, copy, paste og paste. Og þá ég komin hérna með 4 ljós hérna í röð og ég get látið þetta heita A, B, C og D. Ég ætla að prófa að gera það. Kannski aðeins að lækka þetta svo að merkingin komið hérna fyrir ofan. Eins og við muniði áðan, þá tókum við hérna display. Höfum við burtu þetta efsta hérna, use schematic global settings, höfum við út og tökum út show values og setjum í label. Þetta myndi ég að setja inn sem sagt A. Þetta ljós fyrir útganginn, fyrsta Q-útganginn sem sagt Q1 A, já, ég geti náttúrulega líka nefnt hérna, breytt þessu í A, B, C, D. Eins og þetta í verkefninu. En já, þá ætlum ég að láta þennan heita B. Show values, taka það í burtu og breyta þessu í B. Okay. Og þessum í C, display, taka út hérna use schematic global settings, show values út og setja þetta í C og smetla á OK og að lokum þetta taka út display hérna, show values út og label D og smetla OK. Þá ég komið með A, B, C og D og ef ég fylgist með þessum ljósum þá, og ég að telja með teljaranum, að smetla hérna á space, þá ég að horfa á sömu stöðu og kemur í talningunni í tvíundakerfinu. Þannig að ljósin breytast nákvæmlega eins og staðan á töflunni. Og þá getum við fylgst með talningunni hérna og töflunni. Og þá hérna ég ætla að reyna að færa þetta aðeins nær. Hérna hjá mér að hafa meira pláss. Mér sýnist að ég geti fært þetta aðeins lengra til vinstri. Svo ég hafi möguleika á fleiri minnisþáttum. Ég ætla að taka hérna þessi ljós, ég þarf ekki á þeim að halda lengur. Svo þarf ég að setja inn fleiri minnisþætti í röð. Og nú bara spurning hvað þið þarf mikið pláss á milli þeirra. Þetta svolítið lítið pláss hérna. Það að færa mig hérna til. Og einhvers staðar hér. Ég þarf að geta tengt hérna inn á og ég þarf pláss fyrir að tengja þetta svona. Já, ég þarf stundum líka að ná sambandi inn á neðri innganginn. Það þarf ég eiginlega svolítið pláss í þetta. Hér það væntanlega 1, 2, 3, 4 sæti hérna laus. Ég hef það 1, 2, 3, 4, 5 sæti á milli.
5 punkta hérna á milli ætti líklega að sleppa. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Þetta alveg í svona. 1, 2, 3, 4, 5 punktar á milli. Þá ætti ég geta tengt líka hérna niður. Svo að síðan eru öll þessi hlið hérna sem að ætti að koma. Ég ger ráð fyrir að ná þessu svona og ég ætla að setja hérna þessi 4 andlið hérna fyrir ofan. Og ég get með að segja haft þau hérna, þarf ekki að hafa alveg út að enda. Og að hérna, nú ætla ég að ná í þessi 4 innganga andhlið. Þessi hlið eru til þess að ég geti sýnt að hvenær komin er einhver tala í teljarann. Og þá ætla ég að finna hérna, já, ég segi bara hérna til dæmis í Shemos, breytir ekki öllu. Ég vel bara smelli hérna á search og næ hérna í and. Þetta bara grunnhliðið and. En svo eftir þá ætla ég að hafa 4 innganga. Þá sé ég hérna and, 2 innganga, 3 innganga, 4 innganga. Smelli OK. Og ef hérna, þið voru með eitthvað merkt hérna áður, þá þurfa að þurrka þetta bara út og gera aftur. Fara aftur í search og velja and. Þá ætti þetta allt saman að koma. Og and 4 ætti að vera hér, 4 innganga and. Og þá getum við smellt á OK. Og þá getum við staðsetið hérna svipað eins og ég geri í svona. OK. 1, 2. Ég ná þessu. 3. Já, geti trúið því. 4 hlið svona. Og ég ætla að setja hérna svona próf. Ég bara tekið kópir af þessu en já, merkingin á þessu. Jú, ég hugsa að ég geti hérna sett bara, ég ætla bara að fara hérna í Place Indicator og ná í próf og próf redd hérna, rautt próf og ég ætla að snúa því svo hérna og fjölfata eftir það. Ég get hægri smelt á það og farið í clockwise hérna snúning á því og eftir þá ætla ég að breyta merkingur í hérna. Ég ætla að þetta hérna kemur svona, ég ætla að færa þessa merkingu hingað hægra megin við táknið, þetta X1 hérna, setja hérna hægra megin svo ég hafi pláss hérna líka fyrir ofan. Ég eyði svo eftir þessu value, þessum 2,5 voltum í burtu bara. Ég ætla að setja hérna við hvaða tölugildi ég á að fá hátt út úr hliðunum. Ég ætla að velja neðsta prófið og segja Ctrl+C og smella út fyrir og fá hérna fleiri fyrir ofan. Smelli aftur út fyrir og það hérna öll þessi ljós fyrir útgangana á andliðinu. Nú tengi ég það saman og útgangana út á prófin og eftir þá ætla ég að merkja hvað hérna á að koma út. Þetta er ég búinn að tengja þetta hérna upp og skoða hvað ég þarf að gera í verkefninu. Nú það liggur svo beinist við núna að fara í næst í það að tengja alla clear inngangana út í rofan hérna R. Þá kannski best fyrir mig að fara bara í endan hérna, clear, út á D, minnistáttinn. Sigurður, hvar finn ég þennan teljara? Hvaða teljara? Ertu að meina flip-flopinn? Kassan? Já. Þennan kassan hérna, já. Þetta er JK flip-flop
og þú finnur hann með því að smella á TTL, sem er best að gera það þar. Það kannski skiptir ekki alveg öllu máli samt, hvort maður smellir á TTL eða CMOS, og smella þar á Search og færa svo pendilinn upp í Component og skrifa þar þetta númer hérna, 74 2N. Náðirðu því, Kristín? Já. Ok. Þannig að þetta væri það svona. Þá smellur á Search og svo hérna á OK. Hérna ætti að standa Dual JK flip-flop. Og þetta N er mjög mikilvægt að hafa þarna. Það þýðir að hann er að vinna á bakkanti klukkupúlsins. Og ef þú hefur ekki verið búin að setja neitt hérna í Component, þá ætti þetta að koma hérna fram. Hérna, í þessari línu hérna. 74 F112N, það ætti að standa hér. Ef það er eitthvað annað hérna í þessu og eitthvað annað tæki hérna, þá verður að eyða þessu út og gera þetta aftur. En komum þetta svona hjá þér? Er allt í lagi, Kristín, með þetta? Færðu þetta? Já, en svo tryggir OK, þá kemur hann að New A eða B. Já, þá smellur þú á A. Og síðan á B, og síðan næsta A og B, A og B. Þannig að þá erum við að nýta IC-rásin. Af því að ég tók bara kópi af þessu, þá verð ég alltaf að velja A-hlutan í IC-rásunum. Þannig að ég er að spandera hérna 4 IC-rásum í þetta, sem er alltaf mikið, alveg óþarfi. Ég myndi í rauninni ætti að vera að nota bara 2 IC-rásir. En það breytir náttúrulega ekki öllu í þessu þegar ég nota núllísinn. En það er best þegar þið eru að ná í þetta að bara velja A og svo næst B, og svo aftur A og B. Þá notum við bara 2 IC-rásir. OK. Close. Þá hérna raðar þessu svona upp. Allt í lagi. Og eins er með preset að við þurfum að tengja það saman. Ég reyni að hafa það sem næst hérna. Og tengi það saman út í S-ið. Því að svo þarf ég að ná líka sambandi hérna við jóð og ká. Allir jóð og ká inngangarnir eiga að tengjast saman í háttgildi. Og við náum í háttgildi. Bara beinustu leið fyrir neðan S-innganginn. Og þá reyni ég að gera það svona. Það er hérna. Læði mér hérna, næstu línu fyrir ofan og fer út í háttgildi hérna, út í 5 V spennuna. Og þá tengi ég jóði líka í það. Og svo samtengi ég hérna frá, já, ég ætla að klára jóð og ká alls staðar. Það er með jóði fyrst, nei, fyrir með káði fyrst upp í línuna og tengi svo jóði út í spennu línuna líka. Ég ætla að færa þetta aðeins til hérna. Svolítið þröngt, taka þessa línu beint niður. Æðipláss fyrir, já, við skulum nú sjá, ætli ég, nei, því ekki, það færa þetta prófa aðeins lengra hérna til hjá mér, kannski, já, gengur það svona, já, OK.
Svona. Jóð og K er allstaðar teknir út í pluss 5 volt. Það er bara hátt gildi allstaðar. Og clear, já, ég átti eftir að klára að tengja það á fleiri stöðum, þannig niður í R-ið. Og svo er eftir hjá mér náttúrulega að tengja frá Q-i og yfir í klukkupúls alltaf á næsta. Þetta er það sem að drífur teljaran áfram, að það er að fá upplýsingar um stöðuna á Q-i á fyrsta hérna á A-inu og fá það inn á næsta klukkupúlsa inngang. Svona. Allstaðar hérna á milli, frá Q yfir á klukkupúls. Og þar á eftir þá þarf ég að byrja á því að tengja alla Q-útgangana við þessi hérna ljós, þess að próbin hérna uppi. Eins og við sjáum hérna þá tengist, eins og Q hérna á síðasta, það tengist hérna inn á ljósið sem lengst hérna til vinstri og það er D. D er þarna og hvað finn ég eftir ground? Já, þetta ground hérna, þá förum við hérna í place source og þú smellir hérna á power source og það er hérna undir það er bara þessi ground eða? Digital ground, nei ekki ground, heldur D, GND. Ok. Digital ground. Þá færðu þetta tákn hérna. Þá færðu sama tákn. Svona. Og þá er bara að hérna græja það, setja hérna allstaðar það sem að þessa útganga, Q-útganga og A, B, C og D. Þá kem ég hérna með þennan. Það eru svolítið þröngt en þetta gerðast. Svona, þetta er D. Næsti hérna er C. Ég ætla að fara inn á hann. Svona. C og síðan kemur B. Það er þessi hérna. Og síðast kemur A. Og það er þessi hér. Q-ið á A. Þannig ég er bara að tengja Q á A, Q á B, Q á C og Q á D. Og þá eftir þá ég geta séð talningu hérna í tíundakerfi á þessum ljósum hérna. Nú, þegar ég er búinn að þessu, þá er meiningin að tengja upp hérna neðsta andliðið og athuga, setja svo í gang og athuga við hvaða gildi verður hátt á útgangi. Og þá er bara að prófa að tengja það. Það að tengjast þess að allstaðar í Q. Q á D hérna, Q á C, Q á, maður getur bara sett í ljósinn þá, það er svona.
og Q á A. Það getur farið beinustu línu hérna í hérna, þá er komið Q á A líka, það er hér. Það er ekki að fara lengra þar. Og þá ætla ég að athuga hvaða gildi fæ ég sem sagt í talningunni þegar að kviknar á útganginum hérna, út úr andliðinu, þetta neðsta andliðinu. Ég ætti að vera búinn að tengja upp þessa flip-flopa þannig að ég fái eðlilega talningu. Og þið bara haldið áfram að tengja þetta, ég ætla svona rétt að sjá hvað gerist, hvort allt virkar eðlilega hjá mér. Ég reyni að bera þetta saman. Nú hafið þið þessa mynd hérna. Og kannski ég fletti upp á töflunni. Þannig að ég geti farið að telja og sjá hvað gerist. Þá var að setja hérna þetta í gang allt saman. Og ég get notað R-ið til að setja allt í 0. Þetta R í 0 og kveikja aftur á því. Það á að vera kveikt á bæði clear og preset. Það er hvíldarstaðan. Það er háttgildi. Til þess að telja, þá nota ég space. Og þá kemur hérna þetta að koma 1. Og passar, A er hérna, það er með háttgildi. Og það er talan 1 hérna, sem er hérna í tökerfi, það er talan 1. Og það er það hér. Þá er A ljósið inni. Ok? Ef ég fer upp í 2, og sloknar á A og B kemur inn. Já, B er með háttgildi hérna og slökkt á A. Það er tölugildi 2. Skoða hérna áfram hvort þetta telur rétt. Ég gefi næsta klukkupúls að ég íti 2 sinnum á spacebar. Og þá er það 3, þá er það 2, það er það B er inni og A líka. 2 + 1, það er 3. Og svo athuga ég næsta. Þá gef ég 2 sinnum inn á spacebar. Og þá er ég með tölugildi 4, af því að þá er kveikt á C og slökkt á öllu. Og C hefur einmitt gildi 4. Það er þá 1 og C inni. Það er C. Síðan til þess að fá 5-una, þá þarf fjarkinn að vera áfram inni, en gildisminnsti vítin A, hann þarf að koma inn líka, þá er það 4 + 1. Og þá fáum við 5. Svona. Þá er það C og A sem er 5. Það er kannski sniðugt að merkja líka hvað gildið er á þeim hérna. Ég það kannski eftir. Og síðan til þess að fá tölugildi 6, þá verður að slokna á A-inu og B að koma inn í staðinn því að B hefur gildi 2 og C hefur gildi 4. Þannig að 4 + 2 eru 6. Það er akkurat það sem gerist. Og svo á ég að fá töluna 7, þá þarf að bætast við 1 og það er A-ið sem bætist við. Þá fá ég töluna 7. Nú er ég komið allan kvótan hérna, nú er ég kveikt á öllum sem hérna. Og þá verða þeir að fara í 0 og biti D verður að koma inn sem hefur gildið 8. Og hérna væri sniðugt að merkja hérna í viðbót. Get ég ekki gert það með þetta er allt í gangi. Setja ég 8. Setja OK. Það verðist vera að það sé í lagi svona. D hefur 8. C, það hefur gildi 4. Hérna. B hefur gildi 2. Og A
Hvað segir ég það? Já, ok. A hefur gildið 1. Ok. Hvernig setjist nærstunar? Já, þessa rofa. Þetta meina þetta? Rófana. Já, rófana. Gera þannig. Þú ferð hérna inn í Place Basic. Ef þú veist það sem að Place Source var í tækjastikunni, þá ferðu bara í Place Basic. Og þar finnur þú switch. Ef þú smettur á Place Basic, þá ferðu listað þarna vinstra megin. Sérðu þar switch. Já. Smettur á switch og velur þar í dálkinn með það til hægri SPDT. Finnur þú það? Það er svolítið neðarlega, þú gæti þurft að skrolla þess niður. Já, ég fann hann. SPDT. Takk. Það er rétt og smetla OK. Þannig setur það rófana. Ok, takk fyrir þetta, Kristín. Ok, og þá þegar ég tel áfram, þá gef ég hérna space 2 sinnum. Og ætti 8 að koma hérna inn, hún er eitthvað að ruglast á þessu sem ég var að gera hérna. Ég er væntanlega með 0 ennþá hérna. Það er eitthvað að frosið hérna. Forritið hjá mér. Þannig að ég ætla að setja þetta í clear allt saman, með reset, með R-takkanum. Já, sem það er nú þegar. Ég vil að sjá hvað það gerist. Ég vil að þetta ekki telja. Ég slökk á þessu og setja aftur í gang. Jó. Þannig að þá byrja ég í 0 hérna. Og þá ætla ég að telja aftur upp. Þá sjáum við sem sagt hvernig staðan er hér. Ef við leggjum saman gildi á bitunum, þá fylgjumst við með talningunni alveg hérna í þessari línu á ljósunum. Þess að ég fæ 1, með því að íta 2 sinnum á bilsplána, gef ég 1 klukkupúls, þá ég fá 1 hérna inn, þá A að koma inn. Kemur inn. Og til þess að fá 2, þá skiptist yfir á B. Það er gildi 2. Okay. Til þess að fá 3, þá verður B og A að vera inn í samtímis. Það er 2 + 1, 3. Já, komið 3. Síðan slokna þeir og ég fæ gildi 4. 4 kemur inn, til þess að fá 5, þá fæ ég A inn með, það er 4 + 1, þá fæ ég 5. Síðan til þess að fá 6, þá sloknar á A-inu og B kemur í staðinn. Þá er það 4 + 2, það eru 6. Síðan þarf ég einnig viðbót til þess að fá 7, þá kemur A líka. Það er talan 7. Nú er ég komið með öll ljósin með háttgildi, ég get ekki talið hærra upp hérna með þessum 3. Ég get bara talið frá 0 til 7 og þá verður þau að fara öll í lágt gildi og þá verður að kvikna hérna á D sem það hefur gildið 8. Hefur 8 inn. Til þess að fá 9, þá verður A að koma með. 8 + 1 er 9. Síðan til þess að fá 10, þá sloknar á A og B kemur inn í staðinn fyrir 2, 8 + 2. Þá er komið 10 og síðan kemur 11, þá er 1 að bætast við. A kemur líka inn. Svo til þess að fá 12, þá er það 8 + 4, þá verður þessi báður að fara út A og B og C kemur í staðinn. Og fæ hérna C sem er gildi 4. 4 + 8 eru 12. Og til að fá 13, þá að bæta 1 við, A verður að bætast við, þá fæ ég 13 og svo til þess að fá 14, þá verður A að fara út og B að koma í staðinn. Þá fæ ég 14 og að lokum þá fæ ég tölugildi 15, það er hérna neðst í töflunni, með því að allir inngangarnir 4 séu háir. Eða allir útgangarnir Q
séu háir. Þá bætist æðið og þá fæ ég 8 + 4 + 2 + 1 sem 15. Og þá kviknaði á útganginum á andliðinu hérna. Þannig að þá get ég merkt hérna að hér fæ ég tölugildi 15. Ok, ég ætla bara að slökkva á þessu hérna núna og breyta þessu hér svo að það til kvart ekki eins og áðan. Ég ætla að sleppa að sína value og breyta label í 15. Má það? Ok, jú, það verðist mega. Þetta hefur gefur út við tölugildi 15. Síðan beðið eitthvað meira í verkefninu hérna. Þegar það merkja við hérna, við útganginn hérna, það kemur hátt út við 15, það setjum 1 hérna og merkið það sérstaklega, það 1 hérna. Og ég ætla að skoða hvað beðið Það segir hérna, tengdu næsta hlið, þetta andlið hérna, til að fá hátt gildi við tölugildi 6. Tölugildi 6. Hvaða staða verður þá að vera á ljósunum? Hérna hef ég tölugildi 6. Og þá lágt gildi á D, það í 0, það hátt gildi á C og B, en A í 0. Ég með hérna C sem hefur gildi 4 og B sem hefur gildi 2. Það 4 + 2 eru 6. Þannig að þetta ætti að vera rétta staðan. 0, 1, 1, 0. Ok, hvernig fer ég að því? Ef að ég með hérna 0 á A, þá á þessu hérna A, þá hlýtur að vera við Q0 á þeim útgangi að vera gagnstætt gildi, sem þetta hátt gildi. Og það akkúrat það sem ég ætla að ná í. Og sama gerist með D. Það líka 0. Og ég ætla líka að ná í það. Það reyna að setja það hérna mín á milli, ef það tekst. Svona, kemur hérna inn á neðsta. Okay. C og D áttu að vera með háttgildi. Þannig að ég get náð í háttgildi hérna, eins og Q á C. Ég get það hér. Q-ið á C tengist hérna. Og Q-ið á B hér. Ég get náð í það. En síðan á eftir að fá Q0 á A. Þannig ég þarf að fara svolítið gróflegar til þess að ná því. Bara hérna niður, næ ég þessu svona. Veit ekki, nei, ég verð ekki að beygja hérna. Nú passa ykkur að tengja ekki eitthvað óvart inn á einhverja línu. Og þá þarf ég að fara hérna niður og fara á A með Q0. Fyrst heitir A, svo koma þær hérna B, C og D. Þannig ég þurfti að tengja inn á Q0 því að það gagnstætt merki þar. Ef að A með 0, þess að Q-ið á A með 0, þá Q0 með háttgildi. Ég nældi mér í Q0 hérna. Og nú bara að prófa, virkar þetta? Ok, ég ætla að setja multisem aftur í gang og að byrja í 0. Ég hef gert það í rauninni með því að ýta á decisionum á space. Það væri líka hægt að setja R-ið einu sinni inn í 0 og svo aftur í háttgildi í hvíldarstöðu.
En núna sjáum við hvernig förum við að fá hérna 6-una, teljum upp í 6. Þá segi ég hérna 1, 2, ekkert gerist hérna útgangi, 3, 4, það allt. Við gerum hérna 5, 6. Já, þá kemur háttgildi hér. Af því að allir inngangandi eru núna með háttgildi. Ég valdi Q0 á D, af því að það í 0, og ég valdi Q0 á A, af því að Q í 0. Q0 með háttgildi. Þannig að þá hár inn á alla inngangana þegar tölugildi 6 er. 0, 1, 1, 0. Já, hvað beðið fleira? Ok, ég ætla að setja hérna háttgildi hérna í töflunni aðeins til þess að merkja að ég sé búinn að leysa það. Háttgildi hér, við töflugildi 6. Og svo ætla ég að athuga hvað beðið meira í verkefninu. Það segir við hvaða gildi kemur hár út á neðsta hliðinu. Býtum við. Ég var að setja þetta inn, það hérna galli hérna í verkefni hjá mér. Já, þetta bara aðeins að vera að tekka á því að við séum vakandi. Já, ok, það er, já, það er af því að það búið að tengja hérna, við verum að rekja hérna á þessari mynd. Það náttúrulega ekki alveg búið á því. Það ekki það sama. Ok. Ég þarf að skoða hérna, hvað hér? Efst hérna, það sett inn á Q0, já, A í Q0, hvað B, eða næsti inngangur? Já, hann líka í Q0. Aha, eða hvað? Jó, hlýtur að vera. Skrítið lína hérna, en það hlýtur að vera, það má ekki vera tengt saman hérna, það getur ekki verið tengt saman, þannig að þessi líka í Q0. Þannig að fyrstu 2, en það A og B í 0, en síðan hinir 2, það hérna C með háttgildi, C með Q, og síðan líka Q á síðasta. Þannig að ég þá með Q á D, Q á C og Q0 á A og Q0 á B. Hvaða tala þetta? Aðeins að skoða það hérna í listanum. Ég með 0 á A og 0 á B, sem sagt, Q0 á A og Q0 á B, en ég með Q á C og Q á D. Það virðist vera þetta 12. Það virðist vera tölugildi 12. Já, þá getum við svarað þessari spurningu hérna. Það á þessari mynd hér, þar við að spyrja við hvaða gildi kemur hár út á neðsta hliðinu hér. Það við tölugildi 12. Aha, skrifum við hérna 12. Þess að gera það greinilegra hérna, svona. Og þá að hérna, en hér vorum við með 6, ok, en allt í lagi 12, aha. Síðan hvað að gera meira? Já. Vorum við búin að svara spurningum efst í þessu verkefni? Efst í þessu verkefni? Við skulum bara gáða því, takk fyrir það. Nei, við erum ekki búin að því. Eigum við að gera það núna? Það væri alveg ágætt. Þú ert að meina hérna A og B? Já. Þú ert að meina svara spurningum A og B? Já. Ok. Það spurt hérna í A, við hvaða tölugildi kemur háttgildi á andliðið
þetta hérna sem að var sýnt hérna tengt. Og það var það sem við vorum að prófa áðan. Það er tengt við Q á alla útgangana hérna. Og þegar allir útgangar eru háir, þá er hæsta talan í þessari töflu. Hvaða tala er það? Það er talan 15. Þá segjum við það. Þá kemur hérna, þegar kemur háttgildi á andliðið, það er við tölugildi 15. Já, það verður þannig áfram, við höldum því áfram, þannig. Síðan spurt ég næst, hvernig er hægt að fá háttgildi út af and við tölugildi 7? Þá erum við að líta í töfluna. Við tölugildi 7 sem að væri hérna, þá erum við að hafa þessa stöðu á A, B, C, D. Þá erum við að vera með A-ið með háttgildi, B-ið, það er háttgildi, það er Q-ið sem sagt, og C-ið, það væri líka háttgildi á Q. Tengja í Q á A, Q á B, Q á C, en af því að D-ið á að vera lágtgildi, þá er ég að velja gagnstæðan útgang á D, minnstættinu, sem væri Q0. Þá myndum við segja, tengja Q á A, B og C, en Q0 á D. Svona þurfum við að svara þessu. Förum við bara í töfluna og könnum það hvað þurfum við að tengja til þess að fá tölugildi 7 út úr töflunni. Maður sjá þetta svar hérna hjá þér. Já. Svona. Því að til að fá 7 þá þarf 4 pluss 2, það er sem sagt C og B að vera inni, pluss 1, pluss A. 4 pluss 2 pluss 1, það er 7. 4, 5, 6, 7. Allir 3 verða að vera inni með háttgildi og af því að slökkt á D-inu, þá þurfum við að velja gagnstæðan útgang þar, Q er slökkt, þannig að Q0 er kveikt og þess vegna þurfum við að velja síðasta innganginn á hliðið með Q0 á D til þess að fá tölugildi 7 út á útgang á andliðinu. Já. Erum við þá ekki bara góðir í dag? Er ekki komin tími? Já, erum við búin, já, ok, og erum við búin með þetta allt saman. Og við eigum það bara eftir að kannski kláruðu það bara næsta tíma að bæta við 9 og 12 inn og síðan þarf að fullgera púlsalínuritið. Og síðan er eitthvað annað verkefni þarna neðar. Jú, þetta er bara orðið ágætt. Þá erum við búin með fyrir hlutana af þessu verkefni, 2C. Eigum að segja það bara? Já, er það ekki bara? Jú, segjum það, ljómandi. Takk í dag. Takk í dag. Takk í dag. Takk tíma. Takk. Segðu það.